Auknar líkur eru á að forsendur kjarasamninga bresti í haust að mati fjármálaráðherra. Áframhald átaka við Persaflóa hafi neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála. Marine Le Pen stefnir ótrauð á forsetaembættið í Frakklandi á næsta ári, þrátt fyrir að hafa verið dæmd fyrir fjársvik. Sumir efast heilindi hennar meðan aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri. Lirfa sem kennd við helvíti orðin landlæga á Eikartrjám í Danmörku og hefur nú fundist í Kaupmannahöfn í fyrsta skipti. Lirfan getur bæði valdið útbrotum og óþægindum í öndunarvegi. Heimtu frekir hettumávar hafa látið til sín taka á Ráðhústorginu á Akureyri í sumar. Gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matarbita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Yfir 3000 fótboltastelpur keppa á símamótinu í Kópavogi helgina. Marglitar fléttur eru áberandi meðal keppenda. Gott kvöld. Enn dregur úr líkum á að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi í haust. Fjármálaráðherra ekki bjartsýnn. Vonir að olíuverð á heimsmörkuðum lækki verulega á næstu vikum hafa farið minnkandi vegna átakana við Persaflóa. Ef ársverðbólga mælist meira en 4,7% í lok ágúst verður heimilt að segja upp kjarasamningum á almennum vinnumarkaði ef ekki tekst að semja viðbrögð við forsendubresti. Í lok febrúar þegar Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran og Íranar lokuðu Hormúsundi snarhækkaði olíuverð. Það fór svo lækkandi í apríl þegar byrjað var að tala vopnahlé. Miðjan júní var svo gert samkomulag vopnahlé í 60 daga. Því nú lokið, sagði Bandaríkjaforseti í gær og árásir Bandaríkjanna og Íran héldu áfram og olíuverð aftur á uppleið. Það ekki góð tíðindi? Nei, það ekki góð tíðindi og við höfðum auðvitað gert okkur grein fyrir því að það væri tæft að forsendur kjarasamninga héldu og það snerist að verulegu leiti það hvernig olíuverð myndi þróast. Til að byrja með þá leit út fyrir að það myndi lækka mjög skart en það alveg rétt sem þú segir, þetta ekki góða fréttir fyrir forsendu ákvæði kjarasamninga í haust. Þannig að þú ert ekki bjartsýnn eins og fyrir nokkrum dögum? Ég var alls ekki bjartsýnn þá, en ég minna bjartsýnn núna. Til að bregðast við olíuverðshækkunum var virðisaukaskattur á eldsneyti lækkaður 1. maí. Samkeppniseftirlitið birti í síðustu viku áfangaskjal til umræðu þar sem athugað hvort lækkunin frá 1. maí hafi skilað sér til neytenda. Og það ekkert í þessu skjali sem beinlínis kveður á að það hafi ekki gerst. Það sem þarna verið að fjalla almennt skilyrði samkeppni á markaðnum á Íslandi og til dæmis vangaveltur sem voru það hvort að hefðu orðið einhverjar hækkanir í aðdraganda lækkunarinnar. Lögin þau miða fyrst og fremst að því að tryggja að lækkunin sjálf skili sér til neytenda. Það gerðu. Samkeppniseftirlitið segir í skjali sínu að bæði fyrir áramót áður en breytingar voru gerðar á opinberu gjöldum og í apríl áður en virðisaukaskattur var lækkaður hafi eldsneytisverð hækkað. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýndu skjalið fyrir fyrirfram mótaðar niðurstöður og líka forstjóra Samkeppniseftirlitsins. Ég gef nú lítið fyrir það. Samkeppniseftirlitið hefur hlutverk. Það hefur það hlutverk að tryggja að það sé virk samkeppni vegna þess að virk samkeppni það sem tryggir okkur hagkvæmt vöruverð á Íslandi og það auðvitað öllum til hagsbóta, ekki bara neytendum heldur líka öðrum fyrirtækjum. Marine Le Pen býður sig fram til forseta Frakklands í 4. sinn, þrátt fyrir að hafa verið sakfelld fyrir fjármálamisferli. Margir gagnrýna hana fyrir þetta en aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri. Jordan Bardella et moi-même, on est ici parce qu'on démarre la campagne présidentielle. Le Pen var í fyrrakvöld dæmd í 2 ára skilorðsbundið fangelsi fyrir að misfara með fé frá Evrópuþinginu. Hún hóf samt kosningabaráttuna sína fyrir forsetakosningarnar formlega í gær. Jordan Bardella verður forsætisráðherraefni Le Pen en engin hefð fyrir slíku tvíeyki í forsetakosningum í Frakklandi. Le Pen, sem segist saklaus, hefur áfrýjað dómnum til Hæstaréttar. Ekki ljóst hvort rétturinn kveður upp dóm fyrir forsetakosningarnar sem verða í maí á næsta ári. Núverandi forseti, Emmanuel Macron, getur ekki boðið sig aftur fram.
Le sens de notre campagne, c'est d'œuvrer à la renaissance de la France, à la renaissance de l'école, à la renaissance de la justice, à la renaissance de la sécurité de nos concitoyens, à la renaissance de la maîtrise de nos frontières, à la renaissance de notre souveraineté. Le Pen umdeildur stjórnmálamaður vegna þjóðernissinnaðra skoðana sinna. Nokkrir mótmælendur reyndu að trufla hátíð Le Pen. J'espère que la cassation fera son travail et j'y crois beaucoup parce que c'est pas normal. Un président qui va gouverner la France qui a été condamné, c'est inadmissible. On voit bien des gogols qui cassent des voitures pendant des années, pendant 3 ans. Ils nous ont fait chier, ils ont cassé les voitures, ils nous ont fait chier la nuit, tout ça. Ils sont en liberté. Donc pourquoi elle n'aurait pas le droit à une deuxième chance? Pólitískir andstæðingar vísa í að Le Pen hafi sjálf sagt að dæmdir glæpamenn eigi ekki að gegna opinberu embætti. C'est grave, c'est inconséquent, ça pose la question de la probité et au fond, aujourd'hui Marine Le Pen est les mains sales et la tête basse. Fyrir dóminn var Le Pen sigurstrangleg en óljóst hver áhrif hans verða á fylgi hennar. Fréttaskýrendur segja að það stefni í spennandi forsetakosningar og ýmislegt óvænt eigi eftir að gerast í kosningabaráttunni. Ríflega 200 manns vinna við að reisa vindmyllur í Vaðölduveri. Sólarhrings bráðavakt á staðnum. Þetta eru bara minni háttar hrufl og skurðir og eitthvað þess að það en ekkert alvarlegt. En það getur orðið veikindi og svo er þetta líka sáluhjálp því að það er alveg að vera hérna svona burtu frá fjölskyldu og öllum það leggst misvel í fólk. Hér mikill metnaðarlagður í að búa til slysalausan vinnustað og það hefur tekist bærilega. Reistar hafa verið vinnubúðir á framkvæmdasvæðinu þar sem meiri hluti starfsfólksins býr. Þá er kokkur í fullu starfi við að elda ofan í mannskapinn og á svæðinu er matsalur þar sem starfsmennirnir snæða morgun, hádegis og kvöldverð saman. Framkvæmdir hófust í maí og nú hafa 4 vindmyllur af 28 risið. Búið er að steypa meiri hluta af undirstöðum og þar skipta millimetrar máli. Verkefni bráðavaktarinnar hafa jafnvel teygt sig út fyrir framkvæmdasvæðið. Já, við förum heiklust, við erum bara útgangslista hjá neðalínunni, bara eins og sjúkrabílarnir hjá starfsfélagunum og við förum í útköll bara ef það er talið að við séum undan eða getum verið til aðstoðar. Hvað sem það eru hérna sveitungar eða ferðamenn eða hvað það nú er. Svo kallaðar lirfur frá helvíti sem leggjast á eikartré hafa gert bæði trjám og fólki lífið leitt víða í Danmörku. Lirfan sást í Kaupmannahöfn í fyrsta sinn í gær og yfirvöld ætla í hart við pláguna. Þetta er lirfan frá helvíti. Ein og sér virkar nafnið ekki sérstaklega viðeigandi, enda lætur lirfan lítið yfir sér. En þegar þær koma nokkrar saman og finna eikartré blasir við önnur mynd. Lirfurnar leggja sig saman í hópum á eikartrén, fá næringu úr því og út frá þeim koma svo fíngerð hár sem setjast í öndunarfæri fólks og valda óþægindum. Hárin hafa jafnvel stungist í húð fólks og valdið útbrotum og kláða. Lirfan sást fyrst í Óðinsvéum á þessu ári og hefur reyndar verið þar áður. Þar var haldinn mótmælafundur síðustu helgi. Det rammer jo, og det breder sig, og det skal der jo gøres noget ved. Í gær uppgötvaðist lirfan á Amager í Kaupmannahöfn. Þar höfðu 43 orðið fyrir barðinu á henni og skilti voru sett upp til að vara fólk við. Fréttamaður danska Ríkisútvarpsins gerði það svo munar. Man kan sige, det er at overdramatisere, men faktisk så har jeg taget udrustning på, som svarer til det, man skriver i branchevejledningen til folk på planteskoler. Det betyder jo, at vi nu er i den del af vores beredskab, hvor vi skal til at bekæmpe, og vi har en skadedyrbekæmper på sagen nu derude, som kommer til at formentlig få fjernet alle redderne her inden weekenden. Men så skal vi jo se, hvordan det udvikler sig. Margir garðeigendur hafa látið fjarlægja eikartré í görðum sínum. Sveitarfélög ætla að grípa til aðgerða á borð við eitrun og að fjölga fuglahúsum við trén. En vilja einnig að ríkið taki þátt í kostnaðinu við aðgerðirnar þar sem lirfan sé orðin landlæg. Í skriflegu svari segir einn ráðherra að þingið ræði aðgerðir að loknum sumarfríum. Það finnst fólki ekki duga til. Det skal ind i Folketinget. Vi står med frustrerede borgere. Nu er det i Odense Kommune, men lige om lidt er det i andre kommuner i hele landet, som ikke ved, hvad de skal stille op, når e-positionsspillerne er på deres egen grund. Breska popstjarnan Bonnie Tyler látin, 75 ára að aldri.
Tyler sem hét réttu nafni Gaynor Hopkins ólst upp í Wales. Hún var þekkt fyrir einkennandi ráma rödd sem var afleiðing aðgerðar á raddböndum og með þá rödd sló hún fyrst í gegn með laginu It's a Heartache árið 1978. Hennar þekktasta lag þó Total Eclipse of the Heart frá árinu 1983. Alls gaf hún út 17 plötur á ferlinum. Bonnie Tyler kom tvisvar til Íslands í fyrra skiptið árið 1986 þegar hún hélt vel sótta tónleika í Laugardalshöll. Stærsta fótboltamót landsins, símamótið, var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur keppa á mótinu. Hver er bestur? Símamótið er fyrir 6 til 12 ára stelpur og hefur verið haldið árlega frá 1985. Allir leikir mótsins fara fram á völlum á félagssvæði Breiðabliks í Kópavogi og keppni hefst í fyrramálið. Stelpurnar koma frá félögum allt land og vinsælt er að halda sérstök fléttupartí áður en mótið er sett. Og Víkingstelpur héldu eitt slíkt í dag. Þetta er gamandansa og heita Já, við þurfum líka að æfa fagg. Já, fagg líka. Já. Það er mjög gaman að fagg hérna. Við erum svona saman sem lið og alltaf hita upp saman og eitthvað. Og hvetja aðra. Stelpurnar í Þrótti og HK héldu líka partí í dag. Ég er að fara að keppa. Ég er líka að fara að keppa. Hvað er svona skemmtilegast við að keppa í fótbolta? Að skora. Bara að spila. Það er svo mikil stemming og bara ógeðslega skemmtilegt. Það er líka svo margir árum sem var mjög skemmtilegt. Og hvað ætlið þið að gera á mótinu? Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman. Spila fótbolta með liðinu. Hvað ætlið að vera þegar þið verið stórar? Fótboltastelpur. Keppt er á 46 völlum og skýrar reglur eru hegðun bæði innan vallar og utan. Foreldrum er gefið bleikaspjaldið, gerir þeir athugasemdir við leikmenn eða dómara af hliðarlínunni. Og mótinu lýkur svo á sunnudag. Og hér á Eikarvelli í Kópavogi er setning mótsins ný af staðinn og keppendur og aðstandendur farnir að tínast heim. En árleg skrúðganga keppenda lagði af stað frá Smárakvammi núna klukkan 6 og það mátti sjá bæði gleði og spennu í augum keppenda sem að löpuðu saman hérna inn á völlin. En hérna hjá mér er mótstjórinn og formaður barna og unglingaráðs Breiðabliks, Hlynur. Þetta er áratuga saga þessa móts. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Sko, þetta er nú frekar fallega saga. Þetta byrjaði fyrir 42 árum síðan og það voru fótboltapappar sem að fannst lítið í gangi fyrir stelpunum sínar og þeir störtuðu úr þessu móti þá og nú er þetta stærsta fótboltamót á Íslandi. Og öll þessi reynsla, hvernig gengur að skipuleggja og halda utan þetta? Sko, þetta gengur mjög vel og við skipuleggingin byrjar þegar þetta mót klárast, þá byrjum við að skipuleggja næsta. Starfsfólk Breiðabliks tekur svo við svona áramótin og byrjar að exa í þau bóksin þar að exa í og svo núna rétt fyrir mót, svona síðustu vikurnar og þá bætast við allir þessi sjálfboðaliðar og við erum með 450 foreldra á vakt hérna helgina. Við erum með svona 300 dómara sem þurfa að koma. Þetta eru 1600 leikir sem við erum að spila hérna núna. Byrja 8 í fyrramálið. Og við sáum hérna áðan minnst á bleikaspjaldið. Ertu með einhver skilaboð bæði til foreldra og keppenda inn í helgina? Sko, fyrir stelpunar er náttúrulega bara að hafa gaman og það er aldrei vandamál. Þær koma bara til að spila fótbolta og skemmta sér rosa vel. Við foreldrarnir þurfum bara að hafa gaman líka og skemmta okkur líka rosa vel. Muna að þetta er bara 7-12 ára stelpur að spila fótbolta. Þannig að njóta og ekki fara fram úr sér. Við bara látum þetta vera lokaorðin hérna úr Kópavogi. Við bara njótum og ekki fara fram úr okkur helgina og sendum fótboltakveðjur. Takk fyrir þetta, Ástrós.
30 geimfarar og fleiri vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA verða við rannsóknir á Snæfellsnesi þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Í tengslum við það eignast þjóðgarðsmiðstöðin á Hellisandi fullkomin stjörnuskoðunar búnað. Segðu mér frá þessu samstarfi þjóðgarðsins hér á Snæfellsnesi og NASA. Já, ég vil samt fá að byrja á að nefna Stjörnusævar sem að vakta okkur hér fyrir meira en 2 árum síðan til meðvitundar almyrkvann og hvað í honum myndi felast. Og upp úr því var okkur ljóst að það er til Geimvísindastofnun Íslands og við höfum unnið alveg rosalega vel með þessum íslensku aðilum og svo var náttúrulega mjög spennandi þegar við komumst í beint samband við NASA. Akkur hafa þeir áhuga á Snæfellsnesi þennan dag? Þeir hafa áhuga á almyrkva og sólu og þeir koma hingað með sinn besta búnað, koma hingað með 30 geimfara, ég vissi ekki að það var 10 svo margir geimfarar og þeir ætla að vera hér alveg sama hvernig veðri verður, þá munu þeir ná í þau sýni sem þeir þurfa fyrir sínar umfangsmiklu rannsóknir. Samstarf NASA og Snæfellsjökulsþjóðgarðs hljómar kannski langsótt og þó ekki. Við höfum sýnt þeim sýningarnar okkar sem að til dæmis snúa að strandmenningu og við veitum það með gervitunglamyndum sjáum við plöntusvifið og svo dýrasvifið og svo fylgja fuglar og fiskar og selir og hvalir og menn vorar í hafi og við erum með sýningu hér jarðfræði og hér er til dæmis steinn sem fannst á Snæfellsnesi og þeir hjá NASA eiga sambærilegan stein frá tunglinu. Almyrkvinn stendur yfir í rúmar 2 mínútur en búnaður til rannsókna verður áfram í þjóðgarðsmiðstöðinni á Hellisandi. Mér langar að segja frá því að við vorum að fá styrk frá samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, Snæfellsjökulsþjóðgarður og erum ákaflega þakklátt fyrir það. Því að það er 5 milljónir sem við fáum í stjörnuskoðunar, norðurljósa og sólarskoðunar miðstöð í Snæfellsjökulsþjóðgarði verður auðvitað veruleika af því að þau koma með þennan búnað og setja hann upp og kenna okkur á hann og svo verður hann hér þegar allir eru farnir og rykið sest og þá náttúrulega höldum við áfram þessari góðu samvinnu vonandi bæði við þau og þessa innlendu frábæru aðila sem hafa verið óþreytandi að fræða himingeiminn. Gráðugir mávar eru fyrirferðarmiklir í miðbæ Akureyrar þar sem fólk situr og fær sér matarbita á sumardögum. Sumir gefa máfunum með sér en það er ávísun á að þeim fjölgi enn frekar. Akureyrarbær er langt frá því að vera eina sjávarþorpið sem glímir við freka hettumáva en einhverjum þykir þeir hafa fært sig upp á skaftið undanfarið. Þetta er hundleiðilegt svona þegar maður ætlar að njóta þess að vera úti í góðaveðrinu og að þurfa að vera að berja frá sér mávana. Every day is more and more because it's like the people is fitting. Also the thing is like the trashes, they are not closed. We need some lid for the trashes because the seagulls steal from the trashes. Bæjarbúar hafa sent fréttastofu ábendingar að mávarnir fari ofan í ruslafötur þar sem þeir komast í æti og skilji svo pakningar og rusl eftir á víð og dreif. Bærinn segir ekki á plani að breyta ruslafötunum. Auðvitað má alltaf skoða það að skipta þeim út en við viljum líka að aðgengi sé gott en og eins og segið, það er þá líka best að vertanir séu með tunnu sjálfur og passi upp á sitt nærumhverfi og að við séum með í liðið, gestir og gangandi. Nú sagði að þú býrð hérna rétt við miðbæinn en ég reikna með að þú komir stundum og situr hérna á torgi eins og við erum að gera núna. Já. Finnst þér þetta næs að sitja hérna og vera kannski að narta í einhverja veitingar og með mávan allt í kring? Jú, og svo auðvitað stundum snýst þetta persónulegar forvarnir og ég mæli með því að hafa góðan hatt því að það dregur úr þeirra aðgengi og sér það að þeir komast ekkert í frönskunar hjá mér. Að miklu leyti er þetta nú í okkar höndum að mávarnir sé ekki að ganga á lagið og komist ekki í matinn okkar. Nú er ég hérna með skammt af frönskum og sé ekki fyrir mér að ég klára hann. Þá er til dæmis alveg bannað að henda hérna frönskum í mávana og gefa þeim með mér. Þá fyrst verður allt trillt hérna á torginu og ekki heldur að skilja þetta hérna eftir á borðinu. Og aðalatriðið, samkvæmt flestum þeim leiðbeiningum sem fréttastofa hefur fundið, er að henda matarleifunum í lokaðar tunnur. Fyrir hugrakka er svo beint augnsamband sagt hafa fælandi áhrif á fuglana. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Komið sæl. Þátturinn verður nú í styttra lagi hjá okkur í kvöld út af heimsmeistaramótinu í fótbolta en við skulum bara vinda okkur strax hér í stóra yfirlitskorti okkar og við sjáum að lægðin sem að veldur ollu þessum skúrum í dag og í nótt er að koma hérna fyrir norður fyrir land í nótt og í fyrramálið og saman frétta lægðin hér vestan við Grænland og hún mun stoppa þarna og vera föst
hæðin hér sur í hafi svona passar að hún sleppi ekki fyrir Grænland og með tímanum svona þegar það kemur fram yfir helgi þá hættir hún að senda úrkomubakkana hérna yfir Suður Grænland, þannig við fáum betra veður en við skulum bara fara beint í veðri þá hjá okkur í kvöld og í nótt og fram að háti á morgun og það frekar úrkomusamt hérna á svona stærstu hluta landsins, það hérna helst á þá austasta svona þriðjungnum sem að verður svona yfirleitt þurrt en í fyrramálið þá dregur nokkuð hratt úr þessari úrkomu og hádegisbilið þá nú orðið víðast hvar þokkalegasta veður, það svona mestuleyti þurrt, líklega ætti nú að vera örlítið meiri skýjað í Bolungarvík en hér í sýnd en svona þetta bara, en skýjað og úrkomulítið hérna vestan til, bjartara fyrir austan, hitatölur þar á morgun verða nú kannski ekki alveg, þær fara nú kannski ekki yfir 20 stigin en fara alveg upp undir 20 stigin hins vegar, annars þetta svona 9-10 og upp í 15 stig víðast hvar annars staðar og þróunin síðan áfram þá yfir til Laugadags að það mun hvessa nokkuð hraustlega hérna á norðvestanverðurlandinu annað kvöld og aðra nótt og þeir sem eiga eitthvað undir vindi eins og þeir sem eru með hestakerrur eða hjólhýsi þurfa að huga sínum málum hvað það varðar en svo mun nú draga úr þessu aftur þegar það kemur svona fram á laugadaginn. Laugadagurinn verður hins vegar bjartari á mun stærra svæði fyrir norðan og austan á laugadag heldur en til dæmis í dag og á morgun. Og hitatölurnar eins og hér eru sýndar svona rúmlega 20 gráður strax hádegi því að það getur farið í 24 til 6 gráður svona þegar að hlýjast stendur á deginum. Þannig að það hins vegar háð því að við fáum svo lítið vind þarna austur því ef það verður alveg logna þá náum við þessum hitatölum ekki. Á sunnudag þá svona úrkomubakkinn, það komið nokkuð myndarleg úrkomubakki hérna á Vestfirði og hann kemur síðan meira inn á vestanvert landi svona kvöldið en hér fyrir austan verður svona yfirleitt þurrt. Það gætu laumast nokkra svona skúrir með norðausturströndin en það ekkert fast í hendi með það. En eins og áður segir hitatölur svona 25, 6, 7, kannski 28 ef að einhver mjög heppinn. En hérna vestan til verður þetta meira svona 11 til 15, 16 gráður. Þannig að það alveg sjónamunur þar á. Og ef við lítum aðeins á mánudaginn í lokin að þá frekar vætusamt, það eru spár sem sína mun meiri úrkoma mánudag heldur en hér í sýnt og að samanskapi gæti komið einhverju dropar hérna á Austurlandi. Það kannski alveg orðið tímabært að vökva aðeins í þessu hjá þeim en áfram fremur milt á landinu þannig að ágættasta veður. En við látum þetta gott heita í dag, verið sæl. Og þá skulum við sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Töltkeppnin á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal var æsi spennandi. Við lítum við á landsmóti. Það öskubusku ævintýri í uppsiglingu á Wimbledon mótinu í tennis, sem einn keppandinn sem nær enginn kannast við og hafði fengið boðsæti inn á mótið kominn í undanúrslit. Áttalegu úrslit HM karla í fótbolta hefjast á eftir með leik Frakklands og Marokkó. Íþróttir hér eftir fréttir. Það verið upp það sem var helst í fréttatímanum. Auknar líkur eru á að forsendur kjarasamninga bresti í haust að mati fjármálaráðherra. Áframhalda átaka við persónuflóa hafi neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála. Marine Le Pen stefnir ótrauð á forsetaembættið í Frakklandi á næsta ári þrátt fyrir að hafa verið dæmd fyrir fjársvik. Sumir efast heilindi hennar meðan aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri. Lirfa sem kennd við helvíti orðin landlæg á Eikartrjám í Danmörku og hefur nú fundist í Kaupmannahöfn í fyrsta skipti. Lirfan getur bæði valdið útbrotum og óþægindum í öndunarvegi. Heimtufrekir hettumávar hafa látið til sín taka á Ráðhústorginu á Akureyri í sumar. Gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matabita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Yfir 3000 fótboltastelpur keppa á símamótinu í Kópavogi helgina. Marglitar fléttur eru áberandi meðal keppenda. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, svo hitar stofan upp fyrir leik Frakklands og Marokkó á HM karla í fótbolta sem hefst klukkan 8. Við verðum hér í fyrrafallinu á morgun klukkan 6 vegna leiks Spánar og Belgíu, en nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is og næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10. Við á fréttastofunni segjum þetta hins vegar gott að sinni, verið sæl.
á RÚV í kvöld. Stofan, upphitun fyrir 8 liða úrslit á HM karla í fótbolta. Leikur í 8 liða úrslitum á HM karla í fótbolta.